Já, komið þið sæl. Ég ætla aðeins að ræða við ykkur hérna markmið og markmið eru skilgreind í námskrá og kennurum uppálátt að vinna samkvæmt þeim. Sumir reyndar gera bara copy-paste og bara afrita markmiðin úr námskráni og gera síðan ekki neitt meira með þau. Á meðan aðrir íhuga markmiðin, kannski umorða þau eða setja sér ný. Þegar verið að kynna nám fyrir nemendum, foreldrum, samstarfsmönnum, nú eða öðrum kennurum eða öðru starfsfólki skólans, þá koma vel skilgreind markmið að góðum notum. Það er gott að hafa hugmynd það hvað maður er að fara, hvað maður ætlar að gera þegar verið að setja markmið, og þá er mjög gott á því að byrja að spyrja 5 hávaxspurninga. Hvað á að gera? Hver ætlar að vinna að markmiðunum? Hvenær á markmiðunum að vera náð? Hvernig er hægt að ná markmiðunum? Og hvers vegna þetta markmið eða þessi markmið? Fólk sem ætlar að ná árangri í einhverju setur sér markmið og markmiðin verða að vera skrifleg. Það hjálpar okkur og heldur okkur á tánum í því sem við erum að gera. Það getur til dæmis hjálpað hlaupara ef hann setur sér markmið að fara í ákveðið hlaup. Þá getur verið gott að gera sér í hugalund hversu lengi hlaupið taki. Fyrir einhvern er það gott markmið að geta hlaupið 10 km á 45 mínútum, á meðan fyrir einhvern annan myndi vera bara frábært að gera það á minna en klukkutíma. Og svo kannski fyrir þann þriðja væri það gott markmið að komast 10 km bara yfirleitt. Það auðveldar okkur að ná árangri ef við setjum okkur markmið. Fjöldi fólks setur sér markmið á gamlárskvöld eða í haustbyrjun en gerir síðan ekkert meir í því og leiðir þetta kannski af sér vonbrigði. Ástæðan fyrir því að svo sé er að kannski voru markmiðin ekki nógu skýr. Þau voru ekki skrifuð niður eða þá að markmiðin voru bara of háleit. Þetta eru allt saman dæmi markmið sem eru ekki nógu góð. Markmiðin eru í sjálfu sér í lagi en þau eru öll frekar óskýr. Og þá má bæta þau öll. Hvað er til dæmis fólkið í því að koma sér í form? Er það að geta hlaupið 10 km, synt 1 km, eða bara komið sér upp tröppurnar heima hjá sér án þess að mæðast? Markmiðið að létta sig 10 kg er eflaust ágætt fyrir einhvern, en þá þarf að orða það betur. Hversu raunhæft markmiðið fer dálítið eftir manneskjunni sem ætlar að fara eftir markmiðinu. Hérna vantar að ákveða hvað þetta á að gerast á löngum tíma. Það væri til dæmis óraunhæft að ætla sér að léttast 10 kg á einni viku. Betra væri þá að miða við 20 vikur. En eins og ég sagði áðan, þetta fer allt saman eftir manneskjunni sem að setja sér markmiðin. Eða á að fara eftir því. Síðasta markmiðið hérna á listanum er tekið úr aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1989. Þetta markmið er óskýrt. Hérna er verið að setja saman mörg markmið í eitt og svo er orðalagið ónákvæmt. Þetta eru í raun og veru 4 eða 5 markmið. Með því að hafa markmiðið skýr þá eru meiri líkur á því að þau náist, að þau verði ekki bara einhver orð út í bláinn. Fyrir margt löngu bjó stjórnunarfræðingurinn Peter Drucker til svokölluð smart markmið. Markmiðin eiga að vera sértæk. Það er auðveldara að miða að einhverju sem er sett fram á skýran og greinilegan máta. Markmiðið á að vera mælanlegt. Markmiðið verður að vera aðlaðandi og því verður að fylgja aðgerðaráætlun. Það sem farið er nánar í það hvernig við ætlum að ná markmiðun. Markmiðið verður alltaf að vera raunhæft og það getur verið ágætt að setja sér það markmið að ætla til dæmis að klífa Mount Everest. En kannski er það ekki raunhæft fyrir alla. Og þá gæti verið betra að byrja á því að setja sér minna markmið, til dæmis að fara upp á Esjuna, Húsavíkurfjall, eða bara eitthvað annað fjall sem er í grennd við heimilið þitt. Markmiðið verður að vera tímasett.
Án tímamarka er freistandi að fresta því að takast á við það og við getum sem sagt dregið úr hófi að vinna að markmiðinu. Hér er dæmi 2 góð markmið. Þau eru skýr, sértækt, mælanleg, hægt er að gera aðgerðaráætlun. Þetta eru allt saman mjög raunhæft markmið. Þessi markmið eru sem sagt smart. Já, kannski mætti eflaust gagnrýna þau. Kannski get ég gengið rösklega upp kirkjutröppunar á Akureyri án þess að blása úr nös. Nú sé svo, þá má orða markmiðið öðruvísi eða bara breyta því. Mætti kannski hafa markmið að hlaupa upp til kirkjutröppunar á Akureyri. Nú eða að fara 3 ferðar upp og niður kirkjutröppunar á Akureyri á þess að blása úr nös. Þannig getum við alltaf aðlagað markmiðin að okkur sjálfum og setta okkur ný markmið þegar þessum markmiðum er náð. Hérna sést svona hvernig þetta virkar. Maraþonhlaup er notað hérna sem dæmi. Það má hugsa sér að nota eitthvað annað. Það sem ég var að hugsa því tók maraþonhlaup hérna er þetta að það er kannski eitthvað sem að sumum finnst rosalega mikið, kannski næsta ómanneskjulegt að ætla sér að hlaupa 42,2 kílómetra, en fyrir annan er það kannski ekki stórmál. Markmið sem fólk setur sér verður að miðast við þroska og getu hvers og eins og segir í námskráni. Markmiðin mega ekki vera of háleit, en það er allt að setja sér háleit markmið ef maður getur svo brotið þau niður í önnur smærri. Og það er alveg hægt að brjóta þetta í nokkur hæfileg skref. Kannski er allt og lítið að byrja á því að fara út 3 ferðir í viku, 3 kílómetra. En málið er bara að hver byrjar á því sem hann getur og telur raunhæft. Þannig má með réttri markmiðasetningu auka líkurnar á því að manni takist það sem maður tekur sér fyrir hendur. Takk fyrir.